Ætlum að fara yfir fylki og hluti núna í fyrsta fyrirlestrinum, en þegar við erum að skrifa forrit sem að gera eitthvað svona að viti og þurfa að halda utan um einhverja stöðu og einhver gögn, þá þurfum við yfirleitt einhverja svona flóknari gagnatýpur til þess. Það ekki nóg að nota bara þessar primitífu týpur sem við skoðum í seinasta tíma. Við þurfum að hafa eitthvað til þess að hópa þessum gögnum saman. Og yfirleitt eru hugtök sem halda utan um þetta í forritunarmálum sem eru fylki og hlutir, svona, fer eftir hvernig það nákvæmlega útfært í forritunarmálunum, en í JavaScript þetta frekar almennt og við ætlum að renna yfir það hvernig þetta hagar sér í dag ásamt nokkrum öðrum hlutum sem tengjast bara forritun í JavaScript almennt. En array sem sagt gagnatýpa sem að leyfir okkur að safna hlutum, eða sem sagt gildum eiginlega, í raðaða lista. Þannig að fylki bara halda utan um gildi og alveg svo sáum í seinasta tíma bara gildi geta verið hvað sem er. Þannig að gildi geta verið önnur fylki og önnur fylki inn í þeim eða hlutir, og þannig að þetta getur orðið mjög djúpt á þessu. Við búum til array með því að nota bara bracket, þannig að þetta hérna býr til tóma fylkið og hérna getum við bundið það við breytu, þannig að við erum þá komið með tóma fylkið í breytuna list. Síðan höfum við tvær leiðir í JavaScript til þess að nálgast gildi sem eru inn í fylki eða inn í hlutum, og það annars vegar með bracket notation sem þá í raun þetta klassiska sem nota líka nota brackets og sem sagt indexað með tölu og sem sagt zero indexed, þannig að array stak 0 nálgast fyrsta stakið sem þá í index 0 og svo framvegis. Síðan höfum við property, eða við höfum sagt, eigindi á öllum fylkjum sem heitir length, sem skilur okkur bara fjölda staka í fylki. Samt að tæknilega segja aðeins öðruvísi, að það skilur okkur í raun stærsta indexnum sem skilgreindur í fylkinu. Að við getum tæknilega segja búið til stak í index 99 og þá fylkið okkar með 100 fæslur, þó svo við séum aðeins með eitt stak í index 99. En aðeins þess að tala aftur það sem við fórum aðeins yfir í seinasta tíma const. Const og let eru þessi blocked, scoped leiðir til þess að skilgreina breytur, og const á að skilgreina hennar fasta, og fastin þá þannig að hann bannar endurskilgreiningu á grunngildinu. Þess að við getum ekki breytt úr array yfir í string eða úr string yfir í boolean, en við getum hins vegar breytt gildinu sem bundið við breytuna. Þannig að þegar við erum búin að skilgreina fylki í const-breytu, þá getum við haldið áfram að bæta við eða fjarlæga úr því fylki sem vísað í þar. En við getum ekki breytt þessu ég sagði, úr array yfir í object eða eitthvað svoleiðis. Heldur verða að vera í raun sama grunngildið og var gert skilgreint í byrjun. Sem þýðir það að þó svo const megi láta okkur halda að það sé immutable eins og í stundum í sumum forritunarmálum, sem sagt gagnastruktúra sem má bara ekkert breyta eftir að búa skilgreina sem eitthvað svona konstant, þá það ekki þannig í JavaScript. Það hins vegar góður vani að skilgreina sem flesta breytur með const, af því að það minnkar bara líkur á því að við gerum óvart mistök þar sem við erum að blanda saman týpum. Og þetta getur þá dregið úr böggum. En síðan í næsta tíma eftir að sjá svona linting tool sem við ætlum að nota í restina af verkefnunum okkar, sem að hjálpa okkur á samaskapi að gera minna af þessum villum sem að við getum gert og í raun auðveldara að gera hann í statísku máli, af því að við höfum ekki hann compiler sem að grípur allt á bildtíma. Og þegar við fyrir að skrifa núna flóknari forrit, að þá getum við í raun verið með inn í falli sem keyrir ekki fyrir að íta okkur takka, og jafnvel þegar að íta okkur takka áður, og þá ég með einhverja villu, og hún kemur ekki fram fyrir en á keyslutíma, svo að við fáum svona runtime exception. Og það getur í raun í enn stærri forritum, getur það verið falið alveg þangað til einhver notandi að gera eitthvað sem við prófum hugsanlega ekki, ítir okkur takka og það einhver samlegar áhrif á milli vafrans, milli hvað búið að gera, hver staðan í forritinu, sem veldur því að það kemur upp villa. Það viljum við forðast. Þannig að hérna þetta sem ég sagði áðan, við getum sagt þess að hérna búið til lista eða búið til fylki, og
við getum líka skilgreint það með byrjunargildum, þannig hérna er í raun sett í index 0, stakið 1, svo 2 og svo 3, en þetta geti líka verið einhverjar aðrar gagnatýpur. Og þessi listi, eða þetta array er þá með lengd 3, en hins vegar ef ég set eitthvað ákveðið index, þá í raun sprengi ég lengdina að því leyti alveg upp að því indexi. Þannig hérna verður þetta af lengd 101 stak og við fáum type error ef við reynum að endurskilgreina grunntýpuna. En í JavaScript þá eru þetta eins og length eru kallað property eða eigindi á íslensku. Og þá er það hvort sem það er þetta property á strengjum eða fylkjum sem gefur hversu löng þau eru eða hversu mörg stökur í þeim. Yfir í það að vera einhver föll, þá er þetta í grunninn property. Á öllum gildum nema null og undefined. Og þá er það í raun þetta, það er ákveðin prototýpa þarna á öllum þessum grunngildum eða þessum primitive gildum sem við sáum í seinasta tíma, sem veitir þeim aðgang að ákveðnum propertyum. Til dæmis length á streng eða to uppercase, to lowercase og fleiri föll á strengjum. Og við nálgumst þau með dot notation eða þessu bracket notation. Þannig að þetta hérna er í raun dot notation. Ég nota punkt til þess að vísa í eitthvað eigindi inn í á gildinu. Eða ég gæti í raun nota það sama með bracket notation. Og þetta dot notation, það lítur eðlilegra út og við notum það yfirleitt nema ef við erum með eitthvað property sem heitir eitthvað sem er með óleyfilegu breytunafni. Að þegar við munum þá mega breytunöfn til dæmis ekki vera með bandstrygg, þau mega ekki vera með bil, það eru fleiri tákn sem mega ekki vera, þau mega ekki byrja á tölustaf. En ef við viljum til dæmis setja á hluti property með þannig nafni, þá getum við notað bracket notation. Síðan getum við líka notað breytu til að vísa í property, til dæmis við erum með breytu sem heldur utan að hvaða index í fylki við viljum nota eða hvaða object key við viljum nota í objectum, þar sem objectar eru key, value, store. Og síðan ef við erum með property sem inniheldur gildi sem er function, þá er það yfirleitt kallað method. Og þá til dæmis á strengjum erum við með to uppercase methodið sem er samt to uppercase property líka. Og það er við nota bara til að skila öllum stöfum í strengnum í hástafi. En við getum verið með bara streng, mjög eðlilegan, ómerkilegan streng bundan við breytuna a. Og þá getum við spurt hvað er í raun þessi strengur langur, fáum það bara með því að kalla í length. Og þá getum við líka gert það með því að kalla í length með bracket notation, sem þetta bara skilar nákvæmlega því sama. Og síðan með dot notation. Og svo kemur það skrýtna að við getum í raun kallað í öll föllin með bracket notation líka. Þannig að þetta virkar, en þetta er svona frekar skrítin syntax á að líta. Þetta sýnir ykkur að ég sé ekki í að bylla eitthvað hérna. Stekkum þetta aðeins. Þannig að við erum með strengin hérna. Og svo ef ég gerir hérna og gerir punktur, þá fæ ég í raun autocomplete í konsolin hérna og sé öll þessi property sem eru skilgreind á streng. Til dæmis hérna to local string sem skilar þessu sem local strengnum, ef ég er með einhverja stafi sem eru utan eða svona í meira einhvers staðar í öðru svæði í Unicode. En ég ætla að gera to uppercase. Þannig að þá fæ ég strengið svona. Og svo ef ég kalli þetta svona, þá fæ ég það líka. Og hérna fæ ég samt ekkert autocomplete, af því að þetta er, já. Það þýðir þá líka að ég get búið til breytu sem heitir to uppercase. Svona, og kallaði í A, B og kallaði í fallið. Þannig að svona getum við búið til frekar svona skrítin forrit sem áður bjóða upp á í svona exotískum tilfellum, einhverju svona edge caseum sem hugsanlega er ekkert sérstaklega góð hugmynd en eru mjög kannski töff eða svona áhugavert. Getum við blanda saman svona hlutum. Og þetta er svona
partur af því hvað JavaScript eru opið og svona dýnamískt mál. En síðan erum við með ákveðnar methodur á array sem að leyfa okkur að gera alls konar hluti, til dæmis eins og blanda saman. Við getum concatenata tvö fylki með concat, við getum búið til streng með einhverjum separator á milli með join, við getum fært til, bætt við, fjarlægt og gert alls konar við fylki með þessum methodum. Þannig að við getum fengið fyrsta stakið, við getum bætt nýju staki við. Þarna aftur það fylki í JavaScript halda bara utan um gildi. Þannig að það ekkert að segja ef ég með fylki sem bara með tölum í að ég með ekki bæta við streng síðan og boolean og öðru fylki. Skiptir engu máli. Við bara gera það sem við viljum og bregðumst við og gerum eins og við viljum. Við erum fullorðin. Þannig að hérna get ég joina strengin og þá tekur hann öll þau stök sem eru í fylkinu og setur separatorinn á milli. Þannig að hérna hann komma bil, þannig að þá fáum við þetta svona eins og við séum að blanda þessu hérna saman. Svo get ég fjarlægt, þá því staki skilað og þessi aðgerð ásamt öðrum í raun breytir fylkinu án þess í raun að taka við fylkinu. Þannig að við segjum bara list pop og þannig gerir ég breytingu á fylkinu án þess að segja eitthvað list jafnt og list pop. Af því að það bara skilar aftasta gildinu, aftasta stakinu og fjarlægir það. Þannig að það ekkert eitthvað, við erum að breyta fylkinu með því að kalla þessa aðgerð. Síðan erum við með object og áður við fyrir að skoða svona hvernig þessi prototypu inheritance virkar, þá ætlum við bara að hugsa þetta sem svona key value store og það sem sagt skilgreint objectið með curly bracket og inn í því skilgreinum við sem sagt eigindi fyrir hlutin sem bara heiti á eigindinu, tvípunktur, gildi þess eigindis. Og aftur, ef þetta er með eitthvað óleyfilegt breytunafn, þá getum við skilgreint þetta sem streng og setjum þá bara streng utan hérna. Og gildin geta verið öll leyfileg gildi. Fylki, hlutir, alls konar. Oftast er svona eitt eigindi skilgreint per línu, bara til að auka lesanleika, sérstaklega við erum með mörg gildi. Stundum erum við að setja þetta upp þannig að við erum með mörg eigindi og þá leyfum okkur að vera með svona trailing komma sem er þá bara auka komma aftast og svo það bætist ekkert við fyrir aftan. Og síðan það sama gildir hluti og eigindi á þeim að ef það er ekki skilgreint og sama við breytur, ef það er ekki skilgreint þá fáum við undefined. Þannig að ef við erum með einhvern vel skilgreindan hlut, við byggjum eitthvað eigindi á honum sem er ekki til, þá fáum við undefined tilbaka. Þannig að þetta er mjög ólíkt því hvernig er að vinna með object gildi í Java til dæmis. Þannig að hérna getum við skilgreint eitthvað object bara, þannig að við getum notað þetta bara til að hópa saman gögnum. Við erum með eitthvað hugtakum, við erum með forrit sem þarf að hugsa personur. Þannig að við getum búið til object sem heldur utan personu og við getum haft nafn sem er bara einfaldur strengur, getum verið með óleyfilegt breytunafn hérna því að það er bandstrygg, við getum verið með tölu, við getum verið með boolean og við getum verið með fylki. Þannig að hérna fáum við tvö tilvik af trailing komma, þar sem hérna erum við með trailing komma í fylkinu og hérna erum við með í objectinu og bæði er í lagi í forritunarmálinu og er oft skilið eftir í staðinn fyrir að hafa í raun eins og hérna ef ég væri ekki með þessa kommu og svo myndi ég sjá að ég þarf að bæta við zip address eða ég þarf að bæta við einhverju hérna fyrir neðan að þá myndi ég þarf að bæta við þessari kommu hérna sem gæti verið eitthvað sem gleymist eða það myndi trigger það að þessi hérna lína yrði highlightu sem breytt í eins og git til dæmis. Þannig að þá erum við bara að segja að það er hugsanlega að fara að bætast við hérna og við það að bætist við þá á þessi lína alveg að vera óbreytt. Síðan getum við reynt að kalla í hluti sem er ekki til. Þannig að ef við gerum það svona þá fáum við hérna, þá fáum við bara undefined af því þetta er óskilgreint og ef við reynum að kalla í þetta sem er með óleyfilegu breytunafni þá fáum við þetta syntax error og þá er það út af því að þetta byrjar á einum en sama ef við fjarlægjum ásinn þá er það
prósentumerkið er ekki leyfilegt í breytuheitum. Svo eins og með fylkin þá getum við geymt heitið á eigindinu í annarri breytu og vísað í gildið inn í hlutnum með þeirri breytu, og það sama hvort við bætum við hlutinn í gegnum einhverja breytu, bara svo lengi sem við erum búin að skilgreina það að hluturinn eigi sér eitthvað ákveðið eigindi með eitthvað ákveðið gildi, þá getum við nálgast það hvort sem heldur sem með bracket notation eða með dot notation. Já, þið ætlum öll að fá 10, ekki? Sko, hérna set ég sem sagt result er bara lykillinn. Ég set það í objektinu bara með eitthvað gildi, þannig að resultið á að vera 10. Og svo kalla ég í það hérna, þannig að hérna er ég raun að setja assignment og hérna er ég að fá tilbaka gildið og hérna er ég síðan að fá tilbaka aftur gildið án þess að nota breytuna, af því að ég er búinn að setja á hlutnum gildið undir lyklinum 10. Þannig að ef við gerum þetta svona, já, þetta er eitthvað sem á að gera. Þannig að þá er ég núna með objektið svona, með result sem er saman sem 10 og keyið er bara strengurinn þetta, þannig að ég get í raun notað hann til þess að vísa í. Þannig að þetta er í raun svona, það eru margar leiðir að sama markmiðinu sem er í raun bara að finna hvað er stakið sem ég vil eiga við í þessum objekt. Þannig að við höfum þetta að sjá í raun alls konar útfærslur, eða ekkert alls konar útfærslur, þessar útfærslur sem ég er búinn að telja núna í því þegar við erum að skrifa forrit sem er að nota hluti og fylki í JavaScript. Síðan höfum við nokkra virkja á hluti. Við erum með delete sem er unary operator sem að við gefum þá í raun bara vísun í stak í hlutnum og honum er þá bara 1 og það skilar annarkvort true eða false eftir því hvort að því hafi verið 1 eða ekki. Þannig að ég get fjarlægt þetta result úr hlutnum mínum með þess að segja bara delete a result. Ég get spurt hvort að eitthvað eigindi sé á hlutnum, það er að segja að það sé skilgreint, ekki bara að það sé í raun undefined. Og þá er ég með in sem er binary operator sem skilar líka boolean. En ef við erum búin að explicitly setja eitthvað property á hlutnum sem undefined er null, í staðan fyrir að vera með undefined actually, það er ekki skilgreint þetta eigindi, að þá mun það skila true. Þannig að það er í raun þetta hérna að ég set a foo jafnt og undefined, þá er ég með foo skilgreint á hlutnum með gildi undefined sem er annað en að segja a.bar sem er bara alls ekki til staðar og er ekki hérna neitt, þó svo það skilir saman sömu upplýsingunum. Þannig að ég get spurt bar in a, það er ekki, en foo in a er skilgreint. Þannig get ég aðtúa ef ég verið að halda utan þessar forrit sem heldur utan manneskjur, er ég búinn að skilgreina heimilisfang þessar manneskju. Get ég aðtúað, er það skilgreint eða ekki? Og þarna fyrir að skipta máli hvort við erum að nota undefined eða null til þess að skilgreina í raun vísvitandi vöntun á gögnum. Af því það er í raun það sem við viljum gera með null. Þannig að null notum við þegar það er actually ekki þarna og við vitum að á ekki að vera neitt þarna. Þetta er bara það sem við vorum að fara yfir. Síðan höfum við object sem er svona eins og þessi primitive wrapperar sem við sáum í seinasta tíma. Nema það sem þetta er ekki primitive, þá er þetta bara svona hjálpar hlutur sem að gefur okkur aðgang að aðgerðum sem að virka á hluti. Þá getum við til dæmis notað object.keys til þess að fá alla lykla og þá fáum við tilbaka fylki af öllum lyklum. Við getum kallað object.values, þá fáum við öll gildin. Object.entries, þá fáum við í raun tvívítt fylki, þar sem að fyrra stakið í hverju fylki er hérna keyið og seinna er valueið. Við erum með object assign og object freeze. Þannig hérna getum við séð og aftur þá eins og með array þá getum við gefið hlutnum eins og sáum áðan hann í dæminu gildi í byrjun. Ef við köllum í object keys og það tekur inn hlut, þá fáum við tilbaka hérna x, y, z og síðan gildin. Object freeze í raun bannar allar breytingar á hlutnum frá og með það kallaði það. Þannig þá er ekki hægt að breyta neinum gildum.
Það er ekki hægt að fjarlægja þau og það er ekki hægt að setja þau aftur eða bæta neinu við. En við getum líka notað object assign til þess að í raun afrita öll stök úr hlut yfir í nýjan hlut, hvort sem það er einhver hluti sem er eftir breytu eða ekki. Þannig að við getum í raun afritað hluti á milli með object assign. Hérna erum við að taka þennan data hlut hér, við erum að afrita hann yfir í bara tóma hlutin sem verður þá í raun bara akkurat afritað þessum hlut hérna í result breytunni. En hann afritast ekki í frosin, þannig að við getum í raun breytt honum í framhaldinu. Og hérna erum við að afrita data yfir í þennan extra hlut sem er með þetta x gildi hérna, þannig að þá mun í raun þetta x sem 9 vera yfirskrifað sem x1 hérna. Síðan ef við spyrjum með typeof virkjanum hvað er típan á array, þá fáum við tilbaka object sem getur verið ruglandi, sérstaklega ef við viljum í raun gera aðgerð á einhverjar ákveðnar aðgerðir sem eru bara á array, eins og push eða pop. Þannig að til þess að athuga hvort eitthvað sé í alvörunni array, þá getum við notað array.isArray sem er þá aftur svona hjálp að falla eins og object sem skilur okkur tilbaka true eða false ef að það sem við sendum inn er actually array. Þannig að við getum gert hérna array is array, tómi strengurinn er ekki array en tóma fylkið er það. En ef við segjum type of þetta, þá fáum við object. Þegar við erum síðan að bera saman hluti, þá munum við frá því í sensta tíma. Við viljum alltaf nota 3 samansemmerki eða upphrópunarmerki 2 samansemmerki ef við viljum fá neitun á samanburðinum. En þegar við berum saman hluti, object, þá fáum við true, þá því aðeins að þetta sé nákvæmlega sami hluturinn. Bendi á nákvæmlega sama minnis registrið. Og það er út af því að í JavaScript er bara svona shallow comparison, þannig að primatífa breytur, string, boolean, number, er aðeins hægt að bera saman. Í raun og athuga bara er þetta nákvæmlega sama gildi þó að það sé 2 mismunandi breytur. En deep comparison er þetta þegar við erum í raun að spyrja hlut, ert þú nákvæmlega sami hluturinn niður á hvert einasta property og hvert einasta property hafi sama gildið og sama með array. Að bera saman tvö fylki mun ekki ganga eins og við höldum. Þannig að hérna erum við í raun búin að búa til hlut og svo berum við saman við nákvæmlega eins hlut og þeir eru ekki það sama. Þannig að við búum til nýja breytu sem vísar á sama minnið og fyrir hluturinn, þá eru þeir sömu hluturinn. Og í hina áttina líka. Og sama fyrir fylki. Þegar við erum að ýtra í gegnum fylki, þá getum við notað 2 aðrar for lykkjur. Það er for off og for in lykkjur. For off lykkjur eru góðar til leitinu að við getum ýtra í gegnum, við viljum bara athuga hvað er í fylkinu og vinna eitthvað með það án þess að breyta gildunum. Þá getum við notað það. Þá fáum við bara, í staðinn fyrir að halda utan þetta bókhald hérna, vera með þess að auka í breytu passa upp á að inkrementa hana, að þá getum við í raun ítrað í gegnum fylki með item, const item of items og þá fáum við bara hvert item sem stak í röð í fylkinu. En hérna getum við ekki gert eins og hérna að assigna einhverju nýju gildi. Við getum ekki sagt item jafnt og item sinnum 2. Þá að nokkrum auka fítusum í fordunarmálinu. Við erum með punktur sem tvíþættan syntax í málinu. Fyrst það er notað til þess að skilgreina rest parametra. En þess að parametri er þá skilgreiningin á því sem fer inn í föll, en argument er það sem þegar við köllum í það með einhverjum ákveðnum gildum. Þannig að við skilgreinum rest parametrana sem einhvers konar rest sem fer inn í föll. Og þá er þetta í raun lagfæring á þessum argumentsflut sem ég nefndi í mjög stuttlega í seinsta fyrirlestri, sem er þá leið til að búa til þessi
variatic föll sem getur tekið inn ótilgreindan lista af argumentum. Þetta ekki hægt, arrow functions sem koma á sama tíma og rest parametrar hafa ekki innan argumentslut en geta þó nota þessa rest parametra. Þannig að við getum gert eitthvað svona, þannig að við getum tekið inn nefnda parametra og fengið þá inn hérna þegar við köllum með argumentunum 1 og 2 og þá leggjast það bara saman hérna. En svo hérna í raun öll restin sem kemur inn og þetta sem sagt allt sem kemur á eftir þessum nefndu parametrum bara hópað saman í fylki og við fáum aðgang að því fylki með því nafni sem gefið hér. Þannig að þetta þá í raun hérna þetta fylki með stakinu með 2 stökum, 3 og 4 og hérna fáum við þá 5 sem þá 1 + 2 + 2. Og þá getum við útfært í raun bara almennt fall til þess að reikna hérna meðaltal. Þá tekur það bara inn einhvern fjölda af tölum. Við byrjum bara með 0 sem summun okkar. Við ítrum í gegnum þessi stök sem komu inn. Við bætum hverju staki við summun okkar og við skilum summun okkar deilt með lengd eða fjölda argumenta. En síðan ef við notum punktur sem operator þá hann kallaður spread operatorinn og þá það þegar hann kemur ekki í parametraskilgreiningu í föllum og þá dreifir hann úr breytum og það gildir bara fyrir string og fyrir array, ekki object number eða önnur gildi og þá þetta svona, getum hugsað þetta svona eins og þetta sé öfugt, þá get ég tekið fylki og ég get dreift úr því inn í eitthvað, inn í fall. Þannig að hérna tekið þetta og þá þetta sama eins og ég hafi kallað þetta 1, 2, 3 eða þá ég get kallað í fall með lista sem þá hérna 1, 2, 3 þá fæ ég eins og ég hafi kallað þetta svona og svo get ég blanda þessu saman. Ég get kallað í þetta ásamt öðrum breytum, ég get notað þetta til þess að afrita í raun fylki með þess að segja bara tóma fylkið spreaddaði fylki inn í það og þá afrita ég fylkið. Þetta svona sniðugt. Kannski sjáum þetta ekki það mikið en þið getur lent í að sjá hvað sem nýtir þetta. Síðan annað sem við munum nota svolítið sem destructuring sem að taka fylki og hluti og pikka út úr þeim ákveðin gildi og hugsanlega gefa þeim einhver sjálfgefin gildi. Og þá þetta til dæmis dæmi að við erum með eitthvað fylki og okkur skiptir máli hvað í raun fyrsta og þriðja stakið og þá get ég pikka þau svona út og þá munurinn hérna að það utan skilgreiningar á breytunum erum við í raun með skilgreiningar eða bracketin eins og fyrir array og þá pikkar þetta út í raun fyrsta gildið og þriðja gildið og festir það sem const breytur á A og B og sama gildir fyrir object nema þá notum við curly bracket og pikkum út eftir nafni á propertyinu. Þannig hérna tökum við propertyið, hérna tökum við eitthvað út sem bara óskilgreint, það ekki til staðar og þá verður það undefined og meðan hitt fær bara gildin sem hérna. Síðan getum við skoðað og gert þetta niður á mun dýpra level sem við kannski sjá einhvern tímann þar sem við getum notað þess að destructura ef við erum með array af hlutum sem innihalda array þá getum við blandað þessu saman og við getum destructura niður í mjög djúpt inn í gagnataugun okkar í einu. Sjáum það seinna. Síðan þegar við erum að skilgreina objekta og við erum með lykil og gildi sem heita það sama þá þurfum við ekki að segja foo, foo, þannig fyrir okkur að segja foo og við getum líka skilgreint eigindi með segð innan fylkja innan bracket notations. Þannig hérna erum við með einhverja breytur sem heita A og B og við viljum í raun fá hlut sem með breyturnar A með gildinu sem inn í A og B með gildinu inn í B og þá getum við gert það svona, við þurfum ekki að gera A tvíbútur A og B tvíbútur B. Hérna getum við svo tekið eigindi úr segð inn í bracket notation til þess að búa til í raun dýnamísk
property heiti út frá breytum. Þetta getur verið mjög kröftugt í sumum tilfellum en á sama skapi svolítið ruglingslegur syntax og við þurfum í raun að lesa út úr því hvað er verið að vísa í hérna, hvað verður eiginlega til úr þessu. Síðan ef við erum að skilgreina föll þá þurfum við ekki að segja some function, við getum sleppt þessu function og við getum sleppt þessu tvípunkti og segja þessu hérna til þess að búa til sem sagt methodur inn í objectum. Já, og þetta er arrays og objects, mjög þurrt og ekki skemmtilegt en við erum allavega búin að fara yfir þetta, leggja þetta inn svo eftir að sjá að þetta títrast inn í dæmum sem við tökum. Skulum bara vinda okkur beint yfir í næsta.